Og frá Reykjaneshöllinni yfir í aðeins stærri flugvélar. Það hefur verið mikið flug á Icelandair á undanförnum árum og fyrir stuttu síðan bætti félagið við Birmingham, þessari stóru ensku borg við í hóp áfangastaða. Við vorum í fyrstu ferðinni í norðurljósa vélinni. Birmingham næststærsta borg Englands en hefur vissulega staðið í skugganum af London og síðan Manchester sem vinsæll áfangastaður hjá Íslendingum. Icelandair bætti henni á áfangastaðalistan hjá sér og hóf áætlunarflug þangað í febrúar. Icelandair flýgur tvisvar í viku til Birmingham á fimmtudögum og mánudögum. Sjónvarp Víkurfrétta sótti borgina heim á dögunum. Birgir, Birmingham, enn einn áfangastaður hjá Icelandair. Hvernig leggst þessi svona í því? Hann leggst mjög vel í mig, eins og við sjáum núna bara í ferðamannatölum til Íslands að það breski markaðurinn orðinn stærsti markaðurinn, mest vaxandi líka ásamt Bandaríkjunum og ef þú horfir á komur breska ferðamanna til landsins að þá ótrúlegu fjöldi sem kemur á vetri til og ekkert minna en á sumri. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægur markaður fyrir okkur og eins og við sjáum norðurljósaferðirnar eru gríðarlega vinsælar. Hérna mætum við í dag á norðurljósavélinni sjálfri, þannig að það er svona symbolist. Þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu og þetta er 50 áfangastaðurinn okkar í Bretlandi og sjáum tækifæri í þessu. Og þetta er mjög stór borg. Já, hún er stærri en Manchester-svæðið og svæðið hér í kring og liggur vel. Þetta er svona nýtt markasvæði, þetta er mitt á milli Manchester-svæðisins sem við erum að fljúga á og svo London. Og það sem er líka áhugavert og tækifæri fyrir okkur er að það er ekkert rosalega mikla tengingar héðan beint yfir til Norður-Ameríku sem við getum boðið þá upp á 14 áfangastaði áfram út úr Íslandi. Hvað er það helst sem þið eruð að skoða þegar þið veljið nýja áfangastaði? Við greinum, og við höfum oft sagt það, við greinum cirka svona 10-15 nýja mögulega áfangastaði bæði í Evrópu og Norður-Ameríku á hverju ári með svona 18 mánaða fyrirvara að byrja að greina þetta og svo verða kannski 3-5 sem við tökum svona business case en það sem við erum að leita að er yfirleitt að það sé hérna styrkleiki að fljúga með okkur upp á ferðartíma yfir hafið að fara í gegnum Ísland og auk þess að þarf að vera svona blanda af þessum til, frá og vía markaði til að leiðirnar gangi. Þannig að þetta sé ekki bara til og frá eða hérna erlendi ferðamenn til Íslands að það sé smá vía hérna markaðir inn í líka. Er ekkert láta á vinsældum Íslands? Nei, ég held ekki og það var margir hérna verið með skoðanir á því hvað veldur, hvort að það sem sé gengið eða þessi umfjöllun sem Ísland hefur fengið en ég held að það sé blanda mörgu. Það er mjög öfluga markaðsherferðir. Það má ekki gleyma því að tilgangur Inspired by Iceland var að fjölga ferðamönnum við veturinn og auglýsa nánast bara veturinn. Og það var einnig að fjölga störfum og hérna, það hefur tekist ólega vel og samhliða því hefur við náttúrulega verið að markaðssetja Ísland í áratugi og gengið vel en auðvitað gengið hjálpar og það sem hjálpar líka er þessi umfjöllun Ísland á síðustu árum bæði eftir bankahrun og í kringum eldgosið að Ísland er inni núna og fólk veit meira Ísland, það er meiri vitund og líka það að fólk veit meira hvar Ísland er staðsett og hversu stutt er að fljúga þar. Við gerum einhvern tíðan könnun hér í Bretlandi, löpum götunar með myndavélar og spurðum bara almenning hvað heldur þessi langt til Íslands í flugi og svörin voru 4-6 tímar. Í dag heyrist það ekki, þetta eru 2,5 tími. Og þetta er mjög spennandi fyrir Íslendingi líka að koma hingað. Þetta er stór og mikil borg og líka fyrir kylfinga, það er mjög stutt í golf hérna og mjög marga staði. Já, það eru margir mjög góði golfvellir hérna og mikið af góðum veitingahúsum og verslinum og eins og ég sagði, þetta svæði og þessi borg er stærri en Manchester og önnur stærsta borgin og það er mjög fjölbreytt mannlíf hérna, þannig að en þú ert hérna, það er stutt að fara til London og stutt til Manchester líka, þannig að ég held að þetta henti mjög vel fyrir íslenska markaðinn. Ætli að mála fleiri vélar í svona litum, þetta virðist falli kramið. Já, þetta er mjög vinsælt. Planið var að mála bara eina og það var hluti af þessari stopover herferð sem við erum með núna á öllum okkar mörkuðum í einu. En við erum ekki að plana að mála fleiri, en þessi vél vekur mikla eftirtekt og þeir sem sjá hann á erlendum flugvöllum, þeir taka myndir og setja hann inn á Twitter og Facebook og annað, þannig að hún er að vekja mjög mikla eftirtekt. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.